Herðu, við skulum taka smá spjall, við skulum skoða nokkur hugtök úr kafla 16.2. Byrjum að segja að F á að vera fall frá R í þriðja yfir í R og ég ætla að kalla stóra F er þá vigursvið, þetta er sem sagt F, litla F er tölsvið. Stóra F er vigursvið frá R í þriðja yfir í R í þriðja. Og segjum, þetta er fall af X og setu. Ég ætla að kalla liðina í vektornum F1, F2 og F3. Ok, nú munum við að við höfum hitt þennan hérna gauraður. Þetta hér heitir nafla, þetta er það sem við notum til að búa til stigulinn. Þannig að ef við erum í þremudítum þá er þetta dx, dy, dx, dy, dz. Þetta er svona línuvektor. Þannig að þegar við reiknum nafla f, þá erum við að finna stigulinn af f. Við erum sem sagt að segja þessi hérna vigur sinnum f og þegar maður margfaldar eitt svona stak við vigur, þá margfaldar með hvert stak fyrir sig, hvert lið fyrir sig, þannig að df, dx, df, dy, df, dz. Og þetta er þá það sem við kallum stigull f. Eða heildarafleiðan fyrir f, og ensku heitir þetta grad f. Ok, svo er þetta að gera ýmislegt. Við getum til dæmis, setur oft svona stríkin yfir til að tákna að þetta sé vigur. Það er til dæmis hægt að reikna krossfeldið af nafla f. Þá segir við I, J, K, D, D, X, D, D, I, D, D, Z, F1, F2, F3. Og svo reiknum við út úr krossfeldinu og við fáum I, sinnum, ég strik út allt sem er línu við I og tek ákveðna því sem er eftir, þannig að það er DF3, DI, mínus DF2, DZ, mínus J, sinnum, strik allt út sem er línu við J-ið, það er DF3, DX, mínus DF1, DZ, og svo plus, held áfram hérna í næstu línu, plus K, sinnum ákveðna því sem er eftir því ég er búin að strika út allt sem er í línu við K, strika sér þetta. Og þá er ákveðan hérna df2, dx mínus df1, dy. Þetta, þegar við krossum nafla við f, kallum við kurl f eða rót f. Ok, svo getum við tekið og debilfaldað þessar tvo góra. Svo að ég teki hérna ddx, ddi, ddz og debilfaldað við, margfaldað við línuvegurinn eða debilfaldað við það sem ég breyti þessu í hérna línuvegur, breyti dálkaveginum í línuvegur og tek þá debilfaldið og þá stendur hérna df1, dx, nú er ég bara að taka innfeldi af þeim, plus df2, di, plus df3, dz. Og þetta köllum við á ensku divergensin eða divf og íslensku uppspretta. Ok, og nú komum við að tveimur svona hlutum sem við notum til að lýsa einhvern veginn eðli vektorsviða. Við segjum, tökum við nokkra eiginleika, eðli vektorsviða. Ef að hérna uppsprettan af f er eftir 0 og sér þetta er tala, þetta er hérna það kemur úr tala út úr þessu hérna þegar maður tekur debilfeldið á svæði D þá er f sagt vera uppsprettilaust. Á ensku heitir þetta solonodial. Þannig að ef að hérna, munið f var skilgrind á einhverju svæði D, ef að hérna, sem sagt div f eða uppsettan f er 0 alls þar á svæðinu, þá segjum við f sé uppsprettilaust.
Og samanskapi, ef að kurlið er 0, það er þá 0-vígurinn, þá segjum við að f sé kvirnalaust. Þá er f sagt kvirnalaust. Á ensku er þetta irrotational. Ok, skulum pröfa að sjá hérna, tökum til smá dæmi þar sem við æfum okkur í þessu hugtökum. Nú kemur hérna rót vektorsviðs G er uppsprettulaust. Ok, þýðum þetta yfir í þessi tákn sem við vorum að læra hérna. Ok, rót vektorsviðsins, það er hérna nafla krossað við G, þetta er rótið. Og svo segjum við að það er uppsprettulaust. Uppsprettulaust þýðir að þegar ég tek debulfeldið af nafla við F, þá er það út 0. Þess að debulfeldið af þessum við rótið er 0. 0 er tala. Hérna var þetta hér debulfaldið við þennan hérna gaur í aftur 0 þýðir að það sé uppsprettulaust. Ok, tökum annað dæmi. Nú kemur setning geimin viðsvið. Geimið viðsvið, tökum bara eitt. Geimið viðsvið F er kvirnalaust. Ok, hvað þýðir það? Ef F er geimið, ef til er phi, þannig að stigullin af phi sem dálkavegur er jafnt á F. Ok, hvað þýðir að það sé kvirnalaust? Það þýðir það er hérna ef að krossfeldið af nafla á F er jafnt á 0. Þannig ef við tek krossfeldið af nafla á F, það er það sama og segja krossfeldið af stiklinum af phi að þetta hér sé eftir 0. Og þetta er eitt af æfingadæmunum, hveti ykkur til að gera þetta. Að sýna að einmitt þetta gildi. Að ef F er geimið, að þá er það kvirnalaust. Það er að segja reikna, setja upp þetta hér krossfeldi og reikna út úr því og sjá það verður 0. Nú svo er ýmislega aðrir virkjar sem að við getum búið til úr þessu öllu og sjáum að tölum að sem þetta orðið virki. Sjáðu, þetta hér köllum við diffurvirkja vegna þess að þegar ég margfaldan eins og hérna við F, að þá diffrar hann F með tilliti til allar breytistærða. Og svo er þetta búið til aðra virkja. Til dæmis er eitthvað sem heitir Laplace-virkin. Tökum það dæmi. Eða bara hérna Laplace-virkin. Það er nafla í öðru. Sem að við túlkum sem nafla debilfaldið við nafla. Ok, pröfum að reikna út úr því. Þá fáum við þess að sagt ddx, ddi, ddz, debilfaldað við ddx, ddi, ddz. Og þá þarf maður að vita hvað er maður að meina þegar maður debilfaldar þetta. Hvað er ddx sinum ddx? Það er bara d í öðru, dx í öðru. Og svo segir maður þessi sérum þessi pluss þessi sérum þessi, þá fæ ég d í öðru, d í öðru, pluss d í öðru, d zeta í öðru. Og einn og sér, þetta er bara virki, þannig að hann virkar á það sem hann margfaldast við. Þannig að ef við værum til dæmis með, segjum við værum með nafla í öðru sinnum phi, sem er þá fall frá r í þriðja yfir í r, þá erum við með
þú veist, allt þetta hér sinnum phi. Og ég má margfalda lið fyrir lið, bara venjuleg margfaldun. Og ég fæ þess að d í öðru phi dx í öðru pluss d í öðru phi d y í öðru pluss d í öðru phi dz í öðru. Og þetta segir mér eitthvað um eiginleikan phi. Sem sagt, Laplace-virkinn, nafla í öðru, gefa mér þetta hér, þannig að Laplace-virkinn sinnum eitthvað fall, gefa mér aðra afleiðunar, eða þú veist, önnur afleiða með tilliti sömu breytistæðar lagt saman. Og ef þetta væri falla fleiri breytistæðar með færri breytiskiptum, þá væri bara fleiri eða færri liðir í þessu hér. Og þetta voru nokkur hugtök, nokkur svona bara mest, bara svona nótasjón, hvernig maður skilur þessi tákn og hvernig maður vinnur með þau.